Ég heiti Dušanka Kotaras og ég kom frá fyrrverandi Júgóslavíu, eða reyndar frá Króatíu, en samt ég er serbnesku uppruni og kom 2003. Við komum hérna, ég og fjölskyldu, ég har mann, 2 dætur sem 26 og 23. Elsta búin með sálfræði háskóla, yngsta á lokaprófi á lokfræði fyrir Sunnan á Háskóla Íslands. Maðurinn öryrki, hann meiddur í stríðinu og hann bara ekki vinnandi. Ég kann vel við mig á litlu bænum mínum. Ég lærði kokkur úti, en gat ekki sinna neitt menntun eða plakati á reynslunni, á vinnunni og á skólanum. Út að þetta allt brennt og sprengt í stríðinu. Og ég kom bara sem flóttamaður með skýrleiki frá Rauða krossinum. En fékk bara að starfa í stóra skóla sem nýlegi skóli, sem heitir Giljaskóli, sem með 400 krakka og 70 starfsmenn. Út að ég átti góða vinkonu, ég lendi svona í hverfi sem hún var. Hún kennari og var kennari í Giljaskóla. Og hún réttaði mér þessi vinnu. Út að hún var svo alveg bara stanslaust að tala við skólastjóra. Ég á góða konu og hún að fá vinnu og ég fekk vinnu sama ári sem við komum bara 19. september. Bara tungumálalaus út að ég tala ekki ensku. Erfitt að læra íslensku en ég náði bara að segja góðan daginn og eitthvað svona. En þetta var eftir að hjálpa mér allir kennarar og krakkar og þetta búið að vera dásamlegt þessi tími. Ég kalla þetta sjálfsóruði fyrir mig sjálfan, ég tala bara persónulega. Ég held ég stundum bara vita betur en þessi kokkur sem með Michelin stjörnu. En þetta aftur mína skoðun. Og starfsnámsráðgjafi símiðar okkar hérna Eyjafjarða Símentun. Þó ég búin að auglýsa alls konar svona réttindi til að fara í nám hjá þeim fyrst í gegnum alla svona blöðum og svona og svo eftir fóru bara í fyrirtæki. Ráðgjafar að tala við fólk. Í morgun svona vinnandi í fyrirtækjum, hjá fiski, hjá kjötiðnaði alls staðar. Fólk sem búin að vinna bara 100 ár að skera kjöt og gera þetta og hitt og svona, áttu ekki einu svona réttindi fyrir það eða bla bla bla. Ég fekk viðtal, ég pantaði mér viðtal og fekk hjá Heimir og Heimir var minn ráðgjafi og bara alveg frá A til Ó rastafa fyrir mig hvað ég get gert. Ég get ekki fara í kokastöðu út að ég þarf fara fyrir Sunnan í Kópavogsskóla ár. Ég þori ekki út að maður minn veikur og ég á 2 dætur sem mennta sig og ég get ekki launalaust fara ár fyrir Sunnan til að læra og ég sagði skiptir engu máli. En kom að setja símei með góða lausnir og ég ætla bara að taka þetta rauðferð með mat sem í boði og setja fyrir matatakna. Ég held ég bara stótt á sama fari, ég bara ennþá kokkáni fólki í Giljaskóla og börnum og gengur bara vel og allir ánægðir, bara stundum einhver kvarta, þetta var allt í lagi, þetta bara svona hjá öllum fólki, maður get ekki retta öllum til fulls. En mér finnst eftir að ég lóks þessi rauðferð mat á 3 árum, eða bara 2,5, bara alla helgar, alla kvöldi fóru í svona nám hjá Símei og svo alla helgar upp í Vafema. En sem ég var útskrifast með flottu hópi stundismanna frá verkmenntaskólanum. Mér finnst bara persónulega að ég bara alveg eins og búin að loka bara háskólapróf. Mér líður bara þannig. Og ég var svo heppin að sama ári útskrifast elsta dóttir minn með sína stúdentspróf, útskrifast tengdasonurinn minn með sína stúdentspróf og ég með þeim. Þetta bara í alvöru, bara menntun skiptir máli og allir eru órugar yfir sjálfan sig út að bara net núna og hraði á heiminum svo mikið. Og þetta á að vera allir að mennta sig og allir að fá sína eigin réttindi
og allir að hugsa sjálfan sig og persónuleika með einhvað meira virði og mér finnst með menntun að sjálfsögðu við erum bara sjálfsögðugari og sjálfsmynd bara eflast hjá okkur öllum. Þess vegna hvetja alla að skoða sig fara til næsta starfsnámsráðgjafa, bóka viðtal og fá sér bara tækifæri. Kannski þetta besta tækifæri í lífinu. Takk fyrir mig.